Heilbrigðisráðherra hjúkrunarheimili við Sléttuveg og þá tekur fyrstu til máls tillöguflytjandi borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég hér komin til að tala fyrir áskorun borgarstjórnar til heilbrigðisráðherra að hann standi án tafar við viljayfirlýsingu byggingu hjúkrunarheimilis með 88 hjúkrunarrýmum við Sléttuveg. Allt frá árinu 2008 hefur velferðarráðuneytið gert ráð fyrir hjúkrunarheimili á Sléttuvegi. 20. ágúst það ár skrifaði Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra, og Lára Björnsdóttir, skrifstofustjóri, bréf til Hrafnistu það að þeir myndu það yrði gert ráð fyrir að þeir myndu byggja hjúkrunarheimili á Sléttuvegi. Það var í samræmi við framkvæmdaráætlun byggingu nýrra hjúkrunarrýma sem að ríkisstjórnin gerði þáverandi árið 2008 og á þessum tíma var þegar gert ráð fyrir því í skipulagi að hjúkrunarheimili myndi rísa á Sléttuvegi ásamt þjónustuíbúðum og þjónustumiðstöð. Árið 2011 gekk Reykjavíkurborg og sjómannadagsráð fyrir hönd Hrafnistu skrifaði undir þjónustusamning uppbyggingu þjónustu- og öryggisíbúðanna og þjónustumiðstöðvarinnar sem að Reykjavíkurborg mun leigja af Hrafnistu til þess að hafa þar bæði lögbundna og valkvæða þjónustu við aldraða. Síðan bólaði ekkert á þessu hjúkrunarheimili og við höfum verið að ýta eftir þessu á þessu kjörtímabili og það hvorki gekk né rak fyrr en í apríl 2012. Þá var 2013 þá var skrifað undir viljayfirlýsingu uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Sléttuvegi og fleiri þætti varðandi þjónustu við aldraða í Reykjavík milli Reykjavíkurborgar og velferðarráðuneytisins. Þessi viljayfirlýsing hefur ekki verið fullnustuð af hálfu velferðarráðuneytisins og það mjög miður vegna þess hvað rík þörf á uppbyggingu hjúkrunarheimila í Reykjavík. Minnisblöð hafa verið lögð fram það í borgarráði og á ekki að dyljast neinum, en það mjög miður að einhver pólitík hafi komist í þetta mál vegna þess að núverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson hefur sagt það að hann sé ekki bundinn af viljayfirlýsingu fyrrverandi ráðherra sem hafi verið skrifað undir rétt fyrir kosningar. Það ekki rétt. Það alveg rétt hins vegar að viljayfirlýsingin undir hana var skrifað rétt fyrir síðustu kosningar vegna þess að þá linnti ekki pressu frá borgaryfirvöldum fyrr en við fengum þessa viljayfirlýsingu. Hins vegar þessi áætlun uppbyggingu hjúkrunarheimilis við Sléttuveg, hún byggir á formlegum áætlunum ríkisstjórnarinnar 2008 sem að þá var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar og fyrir liggur bréf þáverandi félagsmálaráðherra til Hrafnistu. Og það alveg sama hversu oft maður hefur farið með þetta bréf og fulltrúar sjómannadagsráðs líka, þar sem að Guðmundur Hallvarðsson hefur unnið ötullega því að fá þetta í gegn, að þá virðist ráðuneytið endalaust tvístíga þrátt fyrir að biðlistinn sé mestur hlutfallslega í Reykjavík og þörfin þar af leiðandi mest. Einnig fjölgunin hér fyrirhuguð mjög mikil vegna þess hvað aldraðir Íslendingar eiga mikið af aðstandendum hér á höfuðborgarsvæðinu, þá sækir aldrað fólk meira hér inn á höfuðborgarsvæðið. Þessi vandi algjörlega óþolandi og að við höfum ekki enn fengið núverandi heilbrigðisráðherra til þess að vinna að þessu. Við höfum boðið honum að koma á fundi með okkur ásamt sjómannadagsráði og samtökum aldraðra
því að á Sléttuveginum eru á 400 íbúðir fyrir eldri borgara sem eru að bíða eftir þjónustumiðstöð. Þessi þjónustumiðstöð hönnuð bæði með tilliti til hjúkrunarheimilisins og öryggisíbúðanna sem að Hrafnista mun byggja og allra þessara þjónustu íbúða á svæðinu. Og Hrafnista getur eðlilega ekki hafist handa við uppbyggingu þjónustumiðstöðarinnar fyrr en fyrir liggur yfirlýsing frá núverandi ráðherra að það verði farið í þessa uppbyggingu. Það ekki hægt að fara að byggja hálfa þjónustumiðstöð sem hönnuð bæði með tilliti til hjúkrunarheimilisins og allra þjónustuíbúðanna fyrir en það liggur fyrir. Auðvitað gildir þessi viljayfirlýsing frá árinu 2013 algjörlega fyllilega en það var vilji til þess að fá núverandi ráðherra vegna stöðu ríkisfjármála og annað og þeirra forgangsröðunar sem á sér stað að hann myndi ítreka þessa viljayfirlýsingu. En það ekki enn verið gert og því leggjum við núna til mjög einfalda tillögu. Borgarstjórn skorar á heilbrigðisráðherra að standa án tafar við viljayfirlýsingu byggingu hjúkrunarheimilis með 88 hjúkrunarrýmum við Sléttuveg. Greinargerð fylgir með ásamt viljayfirlýsingunni og ég vona svo sannarlega að við getum bara samþykkt þessa áskorun. Ég hef ekki viljað setja einhverja pólitík í þetta mál því að þetta bara þörfin liggur fyrir og ég ætla ekki opinberlega að arga þrasast út í einhverja ráðherra, hvorki núverandi heilbrigðisráðherra né fyrrverandi velferðarráðherra hversu seint var skrifað undir þessa viljayfirlýsingu. Okkur vantar Reykvíkingu, vantar þetta hjúkrunarheimili. Við höfum beðið með þetta, við erum með samninga uppbyggingu þjónustumiðstöðvarinnar sem ekki hægt að fara að vinna eftir vegna þess að það vantar þessa viljayfirlýsingu. Þannig að ég ætla bara að biðja að þetta verði bara, við bara samþykkjum þetta. Ég vona að það geti orðið. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði ekki að tala í þessu máli en ég nú sem að gera það samt. Ég að spá í að leggja það til að þessu máli verði vísað til borgarráðs og að heilbrigðisráðherra verði fenginn inn á fund til þess að greina frá fyrirætlunum sínum í málinu. Ég bara treysti mér ómögulega til þess að taka afstöðu til málsins. Þetta bara mjög umfangsmikið og ég veit ekki hvort að það tilefni til þess að við séum að skora á heilbrigðisráðherra með þeim hætti sem að hér gert. Ég bara myndi vilja fá miklu betri upplýsingar í málinu áður en að ég get tekið afstöðu til svona flókins máls. Það getur vel verið að heilbrigðisráðherra sé nú þegar með einhver áætlun og þá væri nú ekki gott ef við værum eitthvað að vittleysast í því að senda frá okkur ályktanir svona. En ég bara spyr, ekki stemming fyrir því í salnum? Þá hefur reiður borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá ætlar borgarfulltrúi Björn Blöndal. Nei, vilt þú fara í andsvar? Nei, var það ekki andsvar? Ég búin að spyrja, vil ég taka til máls eða vil ég fara í andsvar? Það alveg tvennt í boði. Já, þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að gera stutt athugasemd. Fundarstjórn, já. Til viðbótar við það sem ég sagði hér áðan borgarfulltrúa Björn Blöndal og fyrirheit Bjartrar framtíðar bætt samskipti í Ráðhúsinu, þá verð ég að gera athugasemd við það að forseti skuli hér tileinka mér einhverja reiði. Það alls ekki þannig. Ég legg þetta til hérna sem ádeilu á málsmeðferð meirihluta borgarstjórnar og mér finnst fullkomlega eðlilegt að ég fá að gera það án þess að fá á mig einhverja stimpla frá forseta borgarstjórnar sem jú forsetinn okkar allra. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að gera athugasemd varðandi fundarsköp og það tekið til greina. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég skil ádeilu Sóleyjar Tómasdóttir borgarfulltrúa. Hún var svolítið sniðug en mér finnst hún ekki viðeigandi vegna þess að það búið að leggja fram í borgarráði mjög skýr minnisblöð ríka þörf á uppbyggingu hjúkrunarrýma í Reykjavík
og þetta mál sem ég held að allir geti sameinast og þó að þetta sé svona sniðugt í ljósi afgreiðslu tveggja fyrri mála hér í borgarstjórn að þá finnst mér þetta ekki eiga við og legg til að borgarstjórn samþykki þessa tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, auðvitað var mér ekki alvara með þessari málsmeðferðartillögu og ég dreif hana til baka. En þetta var ádeila og ég bið borgarfulltrúa meirihlutann sem að taka hana til sín. Það í alvörunni þannig að við getum samþykkt hér mál í þessum sal. Það þarf ekki að vísa þeim inn í borgarráð nema, og það mjög sjaldan gert, nema þegar tillögur frá borgarfulltrúa minnihlutans að ræða og vegna þess oft að borgarfulltrúar meirihlutans hafi ekki aflað sér upplýsingar frá því að dagskráin send út og þangað til að borgarstjórnarfundur hefst. Það auðvitað þannig sem við eigum að vinna. Við eigum að afla okkur þeirra upplýsingar sem við þurfum áður en að fundir eru settir hér og taka afstöðu til mála út frá bestu fáanlegum upplýsingum. Það hefði meirihlutinn geta gert í síðustu 2 málum, allavega í þessu seinna, en kaus að gera ekki. Ég mun að sjálfsögðu samþykkja þessa tillögu hér enda hún mjög þörf og ég ætla ekki að gera lítið úr og ég vona að enginn misskilji það þannig að ég geri lítið úr þeirri þörf sem að nú fyrir uppbyggingu þessara hjúkrunarrýma og ég mun taka heils hugar undir þessa áskorun. En ég brýni borgarfulltrúa meirihlutans í því að taka málefnalega afstöðu til þeirra mála sem hér eru lögð fram, hvort sem þau eru lögð fram af fulltrúa meirihluta eða minnihluta. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal og óska eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég ætlaði nú fyrst og fremst að taka til máls vegna málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur sem að hún hefur nú dregið tilbaka og mér finnst kannski ástæða til þess aðeins í þessu samhengi að árétta það að þessi uppbygging hjúkrunarheimilanna er gríðarlega mikilvæg og við verðum auðvitað að standa saman í því að fá ríkið til þess að mæta þeim óskum sem við komum með þegar þær eru jafn bráðnauðsynlegar og raun ber vitni og alveg burt séð frá því hvað flokkum við erum og ég held að við séum það, við berum hag þess fólk sem þarf að nota þessi pláss fyrir brjósti og ég tala nú af persónulegri reynslu að ég hef svona nýverið sem sagt byrjað að upplifa það að eiga foreldri sem að þarf á mikilli þjónustu að halda sökum aldurs og veikinda þeim tengdum og þetta gríðarlega brýnt að þessi þjónusta sé sem best því að auðvitað fólk búið að raun og veru þarna á ferðinni hópur sem hefur lagt sitt til þjóðfélagsins í gegnum tíðina þegar var með bara sinni vinnu og þar hann sínu skattgreiðslum og ég ætla nú ekki að gera lítið úr þessu orkuveitumáli en mér kom í hug mér dutta aðeins í hug orð sem einhvern tímann hafa verið látin falla hér að stundum séum við að og það var svona hugsanir sem að mér fannst sem ég tengdi mjög í síðasta máli við það að við vorum einhvern veginn að ræða stafsetningu en ekki innihald bókarinnar og eyddum drjúgum og góðum tíma í það. Það er ekki það að við séum ekki að taka afstöðu til mála, heldur erum við einfaldlega að reyna að afgreiða mála á þann hátt sem við teljum skynsamlegast og ef að það er þannig að einhverjum borgarfulltrúum finnst það ekki, þá er svo að vera
við getum ekkert gert við því, annað en að reyna bara að ítreka aftur að við erum að reyna að halda skynsamlega á hlutum og tökum ákvarðanir miðað við þær upplýsingar sem við höfum og við viljum reyna að afla okkur, við höfum allavega stundað það, þau sem að hafa starfað í þessum meirihluta sem að nú situr í borgarstjórn, að við höfum reynt að afla okkur eins góðra upplýsinga mál og við getum áður en við tökum ákvörðun og hafi verið farsælt. Það er ágætisregla að gera það og við munum ekki vonandi snúa af þeirri braut. Það er, ég vona okkur beri gæfu til þess og bara sem flestum að vinna hlutina þannig. Ég gef mér bara að borgarfulltrúar minnihlutans gera þetta með sama hætti. Þeir reyna að afla sér sem bestra upplýsinga málin áður en að þeir taka ákvörðun og ég verð að segja að mér finnst mér finnst óþarfi að gera lítið úr fólki fyrir það að vilja vinna hlutina með þessum hætti og vona að það hafi ekki vakað fyrir neinum hér. En fagna því að við getum samanast þessa áskorun uppbyggingu hjúkrunarheimila hér í Reykjavík. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum tillöguna upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í næsta mál á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endur